Herri, smá upprifjun, þar sem voru komin síðast. Síðasta sunnudag var Páll aftur, hann var að spyrja Galatamenn, hvað lögmálið? Til hvers var það? Og hann svaraði því, það var gert til þess að afbrotin yrðu sýnileg. En við öðrumst ekki fyrirheiti, við ávinnum ekki fyrirheiti Guðs inn í líf okkar með lögmáli. Það virkar ekki þannig. Af því að lögmáli var bara bætt við til þess að afbrotin yrðu sýnilegri gagnvart Guði og gagnvart lífinu. Förum í Galatabréf 3:21-22. Er þá lögmáli gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við höfum fengið lögmál sem gæti veitt líf, þá fengið réttlætið vissulega með lögmáli. Vers 22. Réttingi segir að allt sem nefndu vald syndarinnar til þess að trúum veitist fyrirheiti með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Amen. Mikilvæg spurning í versi 21, ef við tökum það bara eitt og sér. Er lögmáli gegn fyrirheitum Guðs? Mikilvæg spurning. Af því, ef við fengið lögmál sem hefði slíkan kraft að leysa lífið, þá hefði bara réttlæting fengist fyrir lögmálið og Jesú hefði ekki þurft að koma innan heim. Og með því að lögmálið, við sjáum þetta betur í Rómverjabréfinu, þar fer Páll aðeins betur í þessa hluti, en þar segir hann að lögmálið þarna algjörlega máttlaust. Af því, vandinn er ekki að lögmálið eitthvað vont eða eitthvað þannig, það er bara við sem eru vandamálið. Hjartað mitt er bara þannig, ég stelst í beikonið, Og mér finnst bara humar geggjaður og það stendur að það sé bannað að borða þessa hluti. Ég er í fötum sem eru meira en einu efni, þannig að þið sjáu, það er nákvæmlega ekkert tækifæri, það er ekkert þrek í okkur að gera alltaf rétt, en það getur ekki. Förum í vers 22. Þar segir Páll, réttingin segir að allt sé nefndu vald syndarinnar. Í raun og veru þá er Páll ekki að vísa í einhvern einn réttingastað þarna. Hann er að vísa í nokkra réttingastæði. Þannig að tökum bara eitt lítið dæmi. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli. Eins og þar kemur fram að höggormurinn tældi Evu og Adam í aldigarðinu Eden. Og með því að þau féllu, þá féllu bara allir. Þannig að mér finnst best að útskýra á þennan hátt. Rómverjabréf 3:23, allir hafa syndgað og skortir meiri Guðsdýrð. En góðu fréttin af þessu er að með því að fyrirheiti kom með Jesú Krist, þá getum við,
eða með því að trúa á Jesú Krist, þá getum við fengið réttlætingun með trú og öðlast fyrirgefningu syndarinnar eingöngu fyrir trú. Allt það sem við fengum, allt það sem Abraham fékk fyrirbúið. Everything, so just by us believing and what Abraham was promised, we can receive that by simply believing. Akkurat. Amen. Þetta eru stórkostleg vers.